Orðið sanngirni verður innleitt í ritstjórnarstefnu DFF. Þetta segir annar tveggja nýrra ritstjóra blaðsins. Hinn hafnar því að ritstjóraskiptin séu aðför að sjálfstæði blaðsins. Það sé fáránleg fullyrðing. Það hefur sjaldan ríkt lognmolla í kringum DFF, en það hefur blaðið löngum fetað einstigið á milli harðrar rannsóknarblaðamennsku og þess að halda upp í merkjum gulupressunar á Íslandi. Undanfarnir mánuðir hafa þó verið óvenju viðburðaríkir. Hörð átök urðu eignarhald á DFF síðsumars. Lyktir urðu þær að Reyni Traustasyni var sagt upp störfum sem ritstjóra í september. Hallgrímur Thorsteinsson var ráðinn í hans stað. Ný stjórn fól Eggerti Skúlasyni, almannatengli og fyrrverandi fréttamann á Stöð 2 að vinna faglega úttekt á starfi blaðsins. Úttektin vakti megna óánægju starfsfólks á blaðinu. Í nóvember keypti vefpressan í eigu Björns Inga Hrafnssonar meirihluta í útgáfufélagi DFF. Nú rétt fyrir áramót var Hallgrími Thorsteinsyni sagt upp störfum og Kolbrún Bergþórsdóttir og Eggert Skúlason voru ráðin ritstjórar í hans stað. Þá var nokkrum starfsmönnum sagt upp störfum. Hallgrímur vildi ekki tjá sig við fréttastofu í dag og sagðist vinna að starfslokum sínum hjá félaginu. Hann hegði ekki á frekara samstarfið félagið. DFF var sá fjölmiðill sem fjallað hefur einna mest lekamálið og fengu blaðamennirnir Jóhann Páll Jóhannsson og Jón Bjarki Magnússon verðlaun blaðamannafélagsins fyrir umfjöllun sína hælisleitendur, þar á meðal Tony Ómos. Jóhann Páll sagði upp störfum í dag. Í færslu á Facebook síðu sinni segir að meðal annars að fjársterk öfl hatist við frjálsa fjölmiðlun og yfirtakan á DFF sé hinn ljótasta birtingamynd þess. Það eru margir sem hafa áhyggjur af þessum ritstjóraskiptum og telja þarna sé verið að gera aðför að DFF sem beittu rannsóknar blaðamennsku tæki. Hvernig svarar því? Mér finnst þetta fáránlegt, mér finnst þetta fáránlega fullyrðingar og ég held að menn ættu nú bara eins og oft í íslenskri þjóðfélagsumræðu aðeins að bíða og sjá hvað verður áður en þeir eru mikið að tjá sig. Stærsta breytingin sem fólk mun sjá er að við munum taka mark af skýrslunum minni og innleiða orðið sanngirni. Í garð hver? Allra sem fjallað um. En hefur úttekt Eggerts á vinnubrögðum ritstjórnarinnar reynst erfið byrjun á samstarfinu? Jú. Ég ætla ekkert að draga fjöður yfir það að ég sitt uppi með þessa úttekt og vann hana af heilum hug því ég gerði það. Starfsfólk kom með margar góðar ábendingar, samþykkti annað. Fyrrverandi starfsmenn DFF í hópi þeirra sem hafa tengt Eggert við framámenn í Framsóknarflokknum. Að ég sé framsóknarmaður, ég segi bara Sigmundur Davíð, ef það er rangt hjá mér, þá skal þú bara koma og segja sig að ljúga, en ég er ekki framsóknarmaður.